Já, velkomin í þáttinn Axel Pétur hérna á plattforminu Broadcast. Ég er nú sennilega mest bannaði furðufuglinn á Íslandi. Það ekki mikið verið að hleypa mér í einhverja fjölmiðla eða neitt slíkt. Og ég var nú í upphafi á útvarpi Sögu upp úr búsáhaldabyltingunni og síðan var bannað að tala við mig þar og og þá byrjaði að tala við þá í Harmageddon bræðuna og þeir reyndar héldu áfram að tala við mig gegnum þund og þykkt sem endaði með þeim að þeim voru á endanum báðum sparkað út á götu og þannig að man einhvern veginn eftir að Jakob Bjarnar kom í þátt hjá þeim og það hefði ég verið þarna rétt á undan og Jakob spyrða og heyrðu er ég einn af þessum fuglum ykkar sem mæta hér reglulega og sem þið haldið mikið upp á þá var hann að tala um mig að ég var einn af þessum furðufuglum en í þessu ástandi sem ég hef verið í það sem ég svolítið svona útilegu maður eða svolítið svona útskúfaður úr venjulegu samfélagi og reyndar á það alveg að rekja aftur til barnæskunnar þar sem að ég var svona olnboga barn eða já, ekki fjölskyldan vildi ekki hafa mig með í partíinu hvorki föður eða móður þannig að ég þekki svona þetta fólk sem var lýst í biblíunni til dæmis því var lýst holdsveiku og bara fyrir utan kerfið sko og svo var alltaf farisegar og fræðimenn að svona forvitnast og fræðast ástandið á fólkinu sem var búið að kasta í raun í ruslið sko og það svo merkilegt með biblíusögurnar að þær alltaf að endurtaka sig aftur og aftur og ef þú hugsar biblíuna ekki sem helgirit heldur meira sem þjóðfélagsverkfræði þá færðu alltaf aðra mynd af því sem verið að segja frá þar og það sem að verið að segja frá þar í raun hinn eilífa endurtekning á sömu sögunni bara aftur og aftur endalaust og og virðist ekkert lát vera á endurtekningu hlutana og það reyndar sumir fannar að gera sér pening eða í bókinni Principle eftir Ray Dalio sem einn af staðist svona billjónir gaur sko þá talar hann sem sagt circles eða endurtekningar og það raun mjög auðvelt að skilja endurtekningarnar af því að mannfólk mannfólk, það hefur ekkert breyst löstum mannsins sem lýst til dæmis í biblíunni, þeir hafa ekkert breyst og allir þeir sömu og það sem að mér finnst svolítið eftirtektarvert að elítan og elítubörnin þau alltaf að reyna að koma inn í þennan hóp okkar sem eru svona alveg útskúfuð og alltaf að reyna að koma inn til okkar sem eru svona kannski Jesú og lærisveinarnir hans, einhver sem hafa fundið einhvern sannleika eða einhverja trú
og sem að veitir ákveðna lífsfylling og eitthvað slíkt og fólki sem á allt og ræður öllu, það bara óhamingjusamt og í einhverjum andlegri auðun virðist alltaf vera og þannig að þeir vilja alltaf koma yfir og líka til þess að fylgjast með hvort það sé eitthvað að gera sem að ógnar veldinu. Það var til dæmis þegar ég var í hagsmunasamtökum heimilana, þá var enginn sem nefnt að tala við okkur í hagsmunasamtökum heimilana eða stjórnin eða neitt. Og menn voru aðalega svona að sjá þetta forystufólk sem kom í hagsmunasamtökum heimilana. Þar voru lífeyrissjóður og verkalýðsfélög og fleiri slíkar að leita að einhverju nýjum andlitum sem voru svona trúverðug sem eitthvað svona gott fólk, sko.